Við erum ennþá í eldhúsi allra landsmanna sem hér í Bak og Ísberg. Við erum að fá hvern stórmeistarann á fætur öðru hérna inn og þeir eru nú ekki allir að hérna elda og baka fyrir okkur. Nei. Þorri Hringsson sem heldur úti síðu á Facebook sem heitir Víngarðurinn sem ég held að þetta að kíkja á. Splæsa í like, eins og krakkarnir segja. Fara inn á Víngarðurinn á Facebook. Velkomin Þorri. Takk fyrir það. Þú ert svolítið að fá þér. Ég er svolítið að fá mér. Já, kannski meira í smakkinu og svona. Búinn að vera að smakka vín í aldarfjórðung og reyna að hafa vit fyrir fólki. Ok. Það gengur nú ekki alltaf vel, Nei. en maður reynir. Og vínsmökkun gengur út á hvað? Það er að finna sér einhvern tón. Já, það er að segja að smakka vín og gera það á svona vitrænan hátt. Já. Velta því fyrir sér hvað maður er að gera. Ekki bara hella ofan í sig og vera fullur, heldur smakka, hugsa leið. Þá myndi maður líklega eyða minni pening í ef maður ætlar bara að vera fullur, sko. Já, það er nú, á Íslandi er bara ekki hægt að eyða litlum pening í vín. Það er alltaf dýrt, þannig að við bara gera að hafa það gott. Og þetta gengur svolítið út á væntanlega að finna hann og nú er ég kannski ekki með sama smekk og þú. Alls ekki. Þannig að menn reyna að finna sér Já, nákvæmlega. Það er ekki þannig að það sé einhver einn sem veit allt og það sé eitthvað eitt bragð eða það sé einhver einn skilningur sem er hinn eini rétti. Nei. Ég kem með skoðun, þú mátt vera með þína og svo hefst samtal. Já. Og það er það sem að menn græða á og upplifinu verður skemmtilegri, vínin verður stærra og þetta verður bara meira svona, það verður meiri gleði í að drekka smá vín. Ánægja. Já, sem er það sem skiptir mestu máli og það sem ég hef verið að leggja úr núna undanfæri svona, eins og sé, búin að vera í þessu í 25 ár núna og rúmlega það er að menn átti sig á því sko, hvað þetta er fjölbreytt, hvað þetta er stórt, hvað þetta er gaman og svo kem ég mínum skoðunum svona smá í leir, þú veist, ég er með smekk, þú ert með smekk og allir þeir eins og við vitum. Ég myndi ekki geta spurt þig, þú veist, hvað er uppáhaldsvínið þitt vegna þau eru væntanlega fleiri en eitt. Já, þau eru svo mörg og það er engin einn, þú veist, eitthvað eitt sem ég segi bara, þarna er bara komin sko viðmiðunin og allt hitt er miðað við það. Þetta er ekki þannig. Nei. Vín breytast, allt breytist, við breytumst. Minn smekkur var öðruvísi fyrir 25 árum, ég viðurkenni það. Ég ætla ekki að segja þessi betri en hann hefur breyst. Hann hefur þroskast. Ég skulum vona hann hefur þroskast. Og það sem við ætlum að gera núna, og ég legg til, er að skulum fara í gegnum þessi 4 vín. Við erum með 4 vín hérna, ein á búblum, sem er svona fordrekkur. Og sem er svolítið að aukast á Íslandi. Við erum einhvern veginn að uppgöta svona núna í seinni tíð búblur. Við erum svolítið lengi svona að sumum sviðum, búblur og rósavín og svona hefur verið svona lengi að skriðin. En þá er markaðurinn cirka bát 70% rautt, 25-30 hvít. Ég skil. Þetta er ekki flókið sko. Svo er smátt og smátt að bætast við í rósa og búblunar. En basically eru Íslendingar í rauðu. Íslendingar eru þjóð sem elskar stórt og mikið rautt vín. Já. Við vitum það bara, sölutölunar eru þannig. Ok. En það sem erum við þá erum við þá að drekka rétt vín eða viltu meina að við að vera... Ég er bara fullt af góðum vínum sem við erum að drekka. Já. Ég vil ekki hafa þannig vit fyrir fólki, ég vil segja þú ert ekki að drekka þetta, þú ert að drekka þetta. Því fólk kemur kannski í vínbúðina og það spyr, skilurðu, ég er þetta með nautasteik. Akkurat. Er manni þá alltaf beint að sömu vörunni eða? Ég veit það bara hreinlega ekki. Þú veist, það fer örugglega eftir starfsmönnum vínbúðanna. Já. Ég væri guðlast að fá sér hvítvín með rauðvíni? Nei, ég gera það mjög oft. Akkurat, já. Og ég fer oft með rauðvín með fiski. Já. Þannig að þetta er eins og þversögn. Það er engar reglur. Málið er það að gott vín er gott með öllu. Það er bara þannig. Já. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að prófa þessi vín svona bara að velta þeim fyrir okkur og við erum með búblur hérna og þessar búblur hér er Cava frá Spáni sem er tiltölulega vel prísað í raun og veru. Af því að kampavín er yfirleitt dýrt og upp í að vera hrikalega dýrt. Sama aðferð, oft svipaðar þrúgur, gert bara á öðrum stað í heiminum, bara brota verðinu og oft drullu gott. Þannig að góðkaup, Cava er yfir höfuð góðkaup, segi ég. Cava er Spánn, Prosecco Ítalía, Campavín Frakkland og svo er alls konar spúmandi. Í Þýskalandi er Sekt. Já, ég myndi þetta.
Og það er auðvitað gert allstaðar freyðivín það sem er gert vín yfir höfuð. Já, og það er bara svona hluti af því að bara vera víngerðamaður, það er að geta komið með sko góða búblur. Já. Og hérna... Nýta afurðirnar. Já, því að mismunandi þrúgur geta verið sko, hvað að segja, misgóðar. Þú getur verið með sama víngarð og hluti á honum er fínn í hvítavíni og svo er bara hinn í freyðivíni. Því að það þarf ekki alltaf sömu svona típunar af þó þetta séu sömu þrúgur. Þá eru þær mismunandi. Skulum vona að þetta spýtist ekki upp í loftið og eyðir ekki ljósinu það fyrir okkur. Jú, það verður bara skemmtilegt. Ég lenti í daginn að missa nánast augað með þeir eru gafti svona yfir. Það varst svo spenntur bara? Nei, það bara, hún opnaðist á þess að ég ætlaði að opna hana. Já, það er... Þetta er nú eitt bara hljóðlátasta sem ég hef heyrt með freyðivín, en það var vel gert þér. Takk fyrir það. Þetta er hérna frá víngerð sem heitir Codorníu í Katalóníu og Spáni og það sem er skemmtilegt við þetta vín er það að það er svona ekstra dós af Chardonnay út í hinnar hefðbundnu þrúgur sem er í þessu, sem er lyftir í því, gerir það stærra og það verður skemmtilegra. Sem er eigur ánægju okkar. Jú. Og það sem kannski skiptir líka máli er að við erum hérna með frábær glös frá Svísel. Og það er búið að vera lengi að hérna svona agitera fyrir því að menn sé að drekka kampavín í svona flautuglösum, eins og það heita, flut á fransku, flautur, sem eru svona löng og há. Í gamla daga, ef þú manst eftir því þegar þú sást sko hérna flottu bíómyndirnar frá the 60s, þá var allir að drekka kampavín í svona martíniglösum. Já. Svona breiðum og svona grunnum og breiðum. Hellt efst og svo bara, já. Svo datt það á tísku og allir svo, nú eru allir að drekka því úr svona háum og löngum glösum. Já. Ég held ég er nú sammála mönnum sem segja það að faktískt eru svona glös langbest ef þú hefur áhuga á því að finna einhverja lykt af kampavínu og svona að smakka þess. Að þá er þessi sem að geta verið alveg jafn góð fyrir hvítvin. Einmitt, já, fyrir bæði. Alveg sama glasi fyrir hvít og fyrir búblur. Og Svísel, þeir framleiða 200.000 glös á dag, kallir minn sko. Og þannig að við meðum bara að brjóta öll núna. Já, ef við dettum í stuð. Já, þú mælið þá kannski í dag svona að drekka úr svona glasi? Ég geri það núna. Já. Ég gerði það ekki fyrir 10 árum, en svo verður maður gáðað með aldrinum. Þú ert að þroskast? Ég er að þroskast og glösin verður betri, það er nú bara þannig. Já. Glas og glas er ekki það sama? Já, það er ekki það sama. Þessi glös voru ekki til þegar ég var alast upp, ég skal bara segja það. Já. Herru, ég ætla að gefa þér smá hérna. Þeir reynda að byrja að framlega glös sko 1800 og eitthvað held ég? Já, en þetta glas var ekki komið til Íslands. Nei, það var ekki búið að rata hingað. Það er ekki ratað hingað til okkar. Og hvað á ég að hafa í huga þegar ég smakka á freyðivín? Hvað er svona... Bara hefðbundið með allt vín. Hérna erum við ekki eitthvað endilega að lykta mikið eða hvað? Já, við gerum það, en til að byrja með þá horfum maður alltaf á vínið, sko. Það er svona það fyrsta. Því að maður les ákveðnar upplýsingar úr því bara hvernig það lítur út. Í þessu tilfelli er fullt af búblum, þannig að já, þetta er sennilega freyðivín. Eins og ég get það. Þetta er ekki flókið. Og liturinn segir líka eitthvað. Því að þau eru alveg frá því að vera nánast bara litlaus eins og Pinot Grigio frá Norður Ítalíu eða nánast bara eins og vatn. Auðvitað á rauðvíni við það vera alveg sko nánast ógegnsæ svört og bara allt þar á milli. Þannig að maður horfir á litina aðeins og basically þarf maður ekkert að mikið að tala um það en þetta er svona gilt með gulum tónum, flott. Og þá fer maður að lykta og maður gerir ekki neitt, maður bara setur það upp á nefnu og lyktar eins og tvisvar. Og reynir svona að hugsa, hvað er þetta? Hvers konar ilmur er þetta? Og það er þannig með þegar maður er að smakka vín eða mat, maður er alltaf í analóg. Það er að segja að maður er alltaf að lýsa einhverju með einhverju öðru. Þú segir, þetta er á lyktin eins og eitthvað annað. Ég skil þig. Það er það sem þetta er svona... Hvaða lykt finnur þú hér? Maður byrjar yfirleitt með freyðivín að finna þessa gerjunartóna. Þeir eru mjög áberandi, því að kolsýran er að rjúka úr víninu til að byrja með og maður hérna finnur gerjunartóna. Þú veist allt of mikið um þetta. Svo kemur eitthvað sem heitir ávöxtur, sem er svona það fyrsta. Og maður er ekkert að þyrla það neitt, maður bara prófar. Og þá reynir maður að meta styrkleikan. Þetta er svolítið svona eins og bara tónlist, hvað svo hátt er þetta. Og þetta er bara svona í meðalagi. Þetta er hvorki lítill eða mikill ilmur, þetta er bara svona í meðalagi. Þegar maður er búinn að því, þá gerir maður svona. Þess vegna á maður aldrei að halda sko belginn, maður að halda þetta. Ég er almúinn sko, ég bara... Já, ég veit það. Ég er að læra. Já, og svo hristir og svo finnur aftur og þá breytist það. Það stækkar ilmurinn.
hann verður meiri, það kemur meira súrefni. Það hækkaði. Það hækkaði þess. Þetta er svona eins og hækkum 1 og 2. Stundum hækkar það meira. Og þegar það er búið, þá setjum maður smá upp í sig. Og atvinnumennir soga loft inn í leiðinni sem er voða flott, sko. Það gengur kannski ekki alveg svona í fyrsta hjá venjulegum, en það kemur. Það kemur, já. Ástæðan fyrir því er til að fá meira bragð. Súrefni er það sem að eykur bragðið, því við finnum 80% bragðið í nefinu. Það er að segja lyktar eða bragðeiningarnar rúk upp í nefið okkur, þar finnum við bragðið. Við finnum voða lítið á tungunni. Það er að segja, þetta vita menn ef þau hafa ekki kveð, því að þú stíplast hjá nefið, þá finnur ekki bragð. Það er ekki vegna þess að tungan sé ekki nema það, heldur finnur ekkert í nefinu. Þannig að þegar þú ert búin að þessu, þá ertu að reyna að leggja líka mat á þetta, hvað þetta er. Bæði hvers konar bragð þetta er, hvaða einingar er þetta epli, er þetta smjördeig og kalk. Smjördeig? Smjördeig, finnur það ekki? Nei. Nei, ok. Það er svona, þetta er ferskt og ungt. Já. En þú veist, grænt epli, sítróna, þú finnur það? Já, ég finn grænt epli, já, sítróna, já. Þetta er bara mjög gott. Og það er alltaf þessar frábæru jarðtengingar í kafa. Það er eitthvað í jarðveginu sem gerir það eitthvað mikið af jarðvegi, kalki, sem er gaman, eykur svona komplexitetið og gerir vín stærra. Drullu gott. Drullu gott. Og ekki svo dýrt. Nei. Þannig að tilvalið hátíðarnar? Já, bara á undan. Ég segi sko freyðivín eða kampavín eða allt sem á búblar er náttúrulega perfekt fordrykkur. Já. Þú veist, að byrja máltíðina, fá meira svona af munnvatni upp í munnin. Já, hreinsan aðeins. Það er yfirleitt mikil sýra í þessu. Já. Það er ekki bara sýran í víninu, heldur er það kolsýra líka. Já. Þannig að sprautast frá munnvatnið og mann langar strax að fara að borða. Já, ég er svangur. Er það ekki bara? Reyndar alltaf svangur. Eðlilega. Þá ætlum við að færa okkur yfir í... Þá ætlum við að prófa hvítvín. Hvítvín er náttúrulega bara búblulaust freyðivín. Já, eða einfalda útgáfa. Eða freyðivín er hvítvín með búblum. Ég skilji. Og hvítvín eru bara gerð úr grænum þrúgum. Það er náttúrulega ekki hvítar úr litin, en það eru svona grænar, gular og allt þetta. Já. Og það sem við ætlum að prófa núna er Burgundari frá Martinó og þetta er 100% Chardonnay, eins og basically öll hvítvín í Burgund eru Chardonnay. Já. Og þetta er þrúga sem hefur bara breitt út allan heiminn og er sennilega einhver frægasta hvítvínsþrúgan. Já, flestir þekkja. Ég held það, já. Chardonnay. Það er svona, það gengur ágætlega að nota orðið sko Chardonnay, það eru svona nást bara vörumerki þó þetta sé nafn á þrúgu og það er lítið þorp þarna síðust í Burgund sem heitir Chardonnay, þrúgan heitir eftir þorpinu, það er ekki margir sem vita það. Já. En í nýja heiminum, það er að segja fyrir utan Frakklandi eða fyrir utan Burgund, þá stendur yfirleitt bara nafnið á þrúgunni, það er svona hefðin. Já, skilja. Það er svona hluti af hérna, hvað á að segja, svona nútíma víngerð, þar sem er leggja áherslu á nafnið á þrúgunni. Eitt kostur við þessa flösku hérna sem ég sjáði er það að það er skrúðtappi á henni. Ok. Og ég segi það er nú sennilega einhver skemmtilegasta og besta breyting sem hefur orðið á vín og vínflöskum og víngeð bara undanfarandi 30 ár. Ein mýtan er sko ekki kaupa þér skrúðtappavín því það er svo... Akkurat sko. Cheap, ódýrt. Já, og hugsanlega... Ertu sammála því eða er það bara... Ég er mjög ósammála því. Ok. Staðreyndin er svo að þetta byrjar auðvitað fyrir mjög mörgum árum og á sínum tíma þá voru menn að reyna að spara pening því að góður korkur er dýr. Þessi korkur sem fyrir ofan í, ef hann er góður, bara rándýr. Þú veist, þú voru að borga meira fyrir það. Þannig að hugsanlega voru menn að spara í gamla daga skrúðtappi, það er svona, og það leit út fyrir að vera þannig að það væri svona bara svona eitthvað industrial. Það væri svona bara vél og skrúðtappi og eitthvað svona, þetta væri bara eitthvað svona eins og tómatsósa eða eitthvað líka. Eða eitthvað. En nú á dögum að þá eru menn búin að bara hreinlega bara rannsaka það. Þetta endist betur. Það er meiri ferskleiki í þessu. Minni hætt á skemmdum, því að skemmdirnar komið fyrst og fremst úr korktappanum. Það er ekki hægt að dauðhreinsa. Þetta er lifandi fyrirbæri og þó hann gerir gagn með því að hleypa smá loft inn í gegn og ef maður ætlar að geyma vín þá skiptir það máli. En sko í dag, það eru svo fáir að geyma flöskur í kjallaranum. Nákvæmlega, bara... Þú veist, þú ferð út í búð, tekur og bara hefur það í kvöldmatinn. Það er bara þannig. Hugsanlega, þú veist, kaupir á föstudegi, hefur á laugardegi. Þú veist, það er svona, það er geymslan og þroskurinn hjá flestum neytendum nú á dögum. Þú ert ekkert að geyma þetta í 10-15 ár?
Nei, en svo hefur líka komið í ljós að þau endast alveg jafn og jafnvel betur. Já. Þú veist, ekki þar að segja með skrúðtappanum. Þannig að skrúðtappa mýtan, þetta bara rugl, þetta er bara flott. Þetta bara, og nú á dögum segir bara, bæðið kostur við þetta, þú veist, ég hafa alltaf einhvern korttappa eða tappatóra. Tappatóra. Og hins vegar bara þá er svona meiri líkur á að vínið sé óskemmt þegar það kemur á borðið. Því að, þú veist, það er svona á bilinu 0,5 og upp í kannski 1,5% af vínum, það er að segja nánast 1 af hverjum 100 flöskum sem eru ónýtt út af korktappa. Engin hætt á því með þetta. Engin hætt á því hérna, þetta er alveg, og við erum stödd í Frakklandi. Við erum stödd í Frakklandi. Já. Taktu nú á bæði, sjáðu, því nú sérðu dálítinn mun, af því að hvort þeirra nú ljósara. Já. Sér ekki smá mun? Smá mun hérna, já. Já. Þessi búrgundari hérna er pínulítið ljósari. Og þegar maður er í vínsmakki, þá er það þetta sem leiðir mann áfram, smátt og smátt. Það er samanburðin frá einu til annars. Ef maður drikkir bara 1 vín á mánaðarfresti, þá er svolítið erfitt að meta hvernig það var síðast eða næsta vín þú smakkar eftir mánuð. Þannig að maður græðir mest á því að smakka kannski 2, 3, 4 í röð til að finna munin, því það er fyrst og fremst munurinn sem kallar fram þetta vitræna skilningu á því hvað við erum að drekka. Skulum byrja á því að finna lykt bara allt öðruvísi heldur en. Finndu munin núna á það sem gerist núna, þú finnur það að þegar það er búið að standa þessi glæri, þá minnkar ilmurinn á því. Já. Það er vegna þess að það er ekki eins mikið korsýra að fara úr því, þannig að við þurfum að hrista það til þess að finna aftur mun. Já, við þurfum að hrista það til, sko. Og hristum þá bæði í einu og berðu saman. Finnurðu hvað búrgundarinn er miklu sætari? Já, já. Finnurðu að það er svona meira eins og bökuð epli og ananas og hunang, finnur það? Þetta er svona sætari gulir og hvítir ávextir sem þú veist að finna þarna. Ég vil að finna það ekki nema að þú segir mér það. Ég er það óþroskaður í þessu. En þú skilur það, já. En það er allt í lagi. Já. Ef þú minnstakosti kveikir. Já, ég kveiki. Já. Þar með höfum við establisherað að það er munur, þetta er ekki sami hluturinn. Þó það sé smá Chardonnay í þessu, þá er þetta 100% Chardonnay frá allt öðrum stað. Okay. Þannig að þetta er allt annað vín. Þannig að nú gerum við bara alveg eins. Við aðeins styrlum og smáum. Fyrir utan kolsýruna, finnum við hvað er það miklu meiri svona kremað. Já, þetta er svona. Þetta er mýkra og ég segi, þetta er svona eins og að borða svona smá að perujógúrt. Þú veist, það er mjólkurfita, það er svona einhver svona rjómi eða fita pluss pera. Sítróna, dálítið sætur sítrónubúðingur. Þetta er svaka gott. Þetta er helviti gott og er ekki dýrt. Nei. Já. Gallinn við búrgund er það, þetta er svo lítið magn og mikil eftirspurn að verðin eru sky high yfir höfuð. Ég skil það. Þannig að það er gaman að rekast á einhvern framleiðanda sem getur ennþá boðið þetta svona á verði sem að við hefðum efni á bara svona á miðvikudegi. Já. Og margt er nú verið með þeim, þannig að frábær, skrúðtappi, einfalt, þetta er ekki flókið vín. Það er ekki þannig að hvað ég segja, það sé eitthvað, sko veist, stórmerkilegt og mikið flækjust í þessu. Þetta er þetta svona einfalt, óbáslega ánægjuríkt og finnur það er svo ferskur, ungur ávöxturinn. Já. Það er svona, þú veist, þetta er það sem við viljum. Já, þú ert að segja mér það. Já, þú finnur það. Ég trúi þér. Gaman að þessu. Já. Þannig að þetta eru basically hvítu vín sem við ætlum að smakka. Svo ætlum við að smakka 2 rauði vín líka og þá skiptum við glas. Já. Af því eins og þú varst að tala að þá meikar glasið vínið. Það er ljótt að segja það, en glas getur breytt meðalvíni í frábært vín. Ég skil þig. Og það sem er merkilegt og Íslendingar ættu að hafa í huga yfir höfuð er það. Við erum að borga kannski 2.500 til 3.500 krónur fyrir eina flösku af víni, en við erum drekkað í glasi sem kostar 400 kall. Já. Akkur ekki, þú veist, ef þú ert tilbúin að kaupa eina flösku af víni fyrir 2.500 kall, akkur ekki að kaupa gott glas sem kostar 2.500 kall. Akkurat. Það er lykillinn að því að njóta þess. Það gerir vínið. Það gerir vínið. Og þessi hérna svíselglöð sem eru nú hérna í bak og Ísberg, til dæmis eru þessi með trítanblöndu. Já, þetta eru 30% sterkari kristallinn í þessu. Níðsterkt, alveg bara, og hérna haggast ekki. Ástæðan fyrir því að þetta þarf að vera svona er það, við viljum fá glös sem eru hæfilega víð og mikil. Já. Og þú sér að þetta eru stærri glös því að rauðvín þurfa aðeins meira að anda, þau þurfa meira súrefni, þá þurfa að hafa stærra glas. Við verðum að geta gert svona. Já, svona. Sveiflaði fram á aftur. Sveiflaði. Og
við þurfum að hafa þau þunn, vegna þess að við þurfum að geta séð vel í gegn, þau þurfum að vera alveg tær. Já. Við drekkum ekki úr bláu glasi. Nei, það er bara í einhverju partíi. einhverju 80s partíi. Það var bara rauðum og belju í því partíi. Og við viljum hafa fótinn til þess að við þurfum að halda hann auðvitað. Og svo þunn til þess að það sé elegant, sko. Já. Og þau verða betri. Og lagið á þeim skiptir líka máli. Það sé bara hvernig þau eru í laginu. Ég skil þig. Það er búið að reyna að finna einhverja svona best fyrir hverja þrúgu eða hérað og það er til alveg svakalegt magn. Ég segi sko, eittu í gott standardglas peningum og eins og þetta, frábært standardglas. Bara þetta virkar á öll rauðvín. Búrgund, Ítalíu, Frakkland, Bandaríkin, allt. Þetta freyðinu hvíttvín, ef þú komið þetta, þá ertu bara vel settur. Staðið fyrir að eiga sko 25 glös af einhverju svona drasli sko. Eitthvað þykku... Einhverju hnausþykku gleri. Já. Við erum ekki að vilja það. Nei, ekki ég minnst. Kristallinn er bestur. Og hvar byrjum við? Við ætlum að byrja á Spáni. Já. Spánn hefur nú verið undanfarin ár sennilega það land sem að Íslendingar sækja mest af vínum. Þeir eru ekki bara að ferðast þangað, þeir eru líka að kaupa vínin sko. Og það eru nokkrar ástæður fyrir því held ég. Fyrsta lagi gera þeir frábær vín. Númer 2, þeir eru ótrúlega vel prísuð með hvað þú ert að fá. Þannig að þú ert að fá vín sem að í öðrum löndum myndu kosta kannski helmingi meira eða tvöfall meira. Já. Þannig að það er held ég ástæðan fyrir því. Og Íslendingar elska Tempranillo frá Spáni. Rioja, svona svolítið eikað, það elska þeir. Þetta er Ribera del Duero sem er aðeins inn í landinu, hærra upp. Sama þrúga, Tempranillo, en allt aðrar aðstæður. Miklu meiri hitasveiflur, allt annað jarðvegur. Vínin verða meiri, eru stærri og þyngri og oft eikavinn dálítið duglega og þá fáum við svona risabolta, en það eru þau pínlítið dýrar heldur en Rioja. En gæði? Gæði mikil. Og þú veist, aftur og aftur, þetta er svo traust kaup. Menn fara bara, þú veist, er þetta Spánverji? Já, dásamlegt. Já. Og þú nokkuð safe svona þú færðir Spánverja? Mjög safe bet. Já. Maður hellir aldrei of mikið í glös. Þú getur alltaf hellt meira í það þegar þú búið með þetta. En maður verður að passa sig að til þess að sko vín njóti sín og maður geti gert þetta, þá mægum við ekki bara fylla það til hálfs. Og það er leiðindi svona eins og veitingahúsum að sjá það þegar maður, þú veist, komið og hellt, það er alltaf, þú veist, alltaf skilin eftir 1/3. Það er íslenska leiðin. Það er íslenska leiðin, jú, þú drekkur hraðar þannig líka. Kannski selur þú fleiri flöskur. Færa þetta bara hérna til, er það ekki? Og hafa ástæri hérna í mynd. Nú erum við að fara að horfa í gegnum það. Nú erum við að fara að horfa í gegnum það byrjun á því og erum að velta fyrir okkur. Það sem við sjáum er litur og eftir því sem að vín er yngra því fjólublára er það. Eða nýkomið bara á flöskuna, nýgerjað. Bósjóli nú á 2020, dökk fjólublátt. Það er það. Svo breytist liturinn, hann verður rauðari upp á ákveðnu marki þegar hann er búinn á toppnum og þá byrjar hann að verða brúnn. Já. Svo eru þessar þrúgur sem eru náttúrulega svolítið brúnleitar eins og Sangiovese á Ítalíu og Tempranillo að einhverju leyti líka. Þannig að ef maður tekur það með inn í reikning þá er maður fljótur að sjá þetta er ungt vín en það er ekki fjólublátt. Nei. Það sem maður horfir á líka í gegnum er það hvernig kanturinn er efst. Ef að hann er mjög þunnur þá er það vísbendingu það að vínið sé frekar þunnt. Þú getur haft vín sem hefur ekki mikinn og djúpan lit en ef að kanturinn er heldur flottur, þá ertu svona aðeins vissari það að það eru gæði í víninu. Hvernig sérðu kantinn hérna? Þá hallar þið á hliðina svona frá þér og horfir á það sem það er þynnst vínið. Og skulum sjá þetta hérna eftir í næsta víni líka, bera það saman, þeir eru búin að hella þessu. Kanturinn er góður þarna, hann er ekki þunnur, en hann gæti verið þéttari. Það segir mér strax að þetta er bara svona gott í meðalagi. 99% öllu vínu er í meðalagi, það er bara þannig. Já, 90% vín er. Það er á Íslandi sjaldgæft að rekast á mjög vond vín. Það er miklu auðveldara að rekast á mjög góðu vín á Íslandi. En bara vegna þess að það er svo dýrt að flytja inn vín og selja þau, þá er enginn að flytja draslið inn. Eins og maður fær í súpermarkaði einhvers staðar á Tenerife. Skilur þú? Ég skil. Flott, fallegu litur, hann er ekki ógegnsær en hann er svona, þetta er djúp rauður með smá svona múrsteinstón.
Ok. Og svo tökum við bara nefinn og gerum ekki neitt, bara finnum. Þá, þetta er svolítið annað heldur en hvítvín. Jú. Jú, töluvert. Það svona með að það er svona hvítu ávextirnir í hvítavíninu, eins og þú veist ferskjur og perur og nektarínur og epli og allt þetta. Já, og svona. Þá er það yfirleitt þessi rauðu og dökkrauðu sem að maður finnur í rauðvínu. Og þá erum við farin að tala þessi rauða, þú veist, oft skiptir maður í svona rauða ávextin og dökka ávextin. Rauða ávexturinn er þá öll þessi rauðu ber sem þú þekkir. Það eru jarðarber, hindber, rifsber, kirsuber. Já. Dökku berin eru þá eins og bara brómber og bláber, krækiber, öll þessi dökku ber. Og svona ef þú getur skipt í huganum í svona ilm sem að minnir á annað hvort, stundum eru það sultuð, stundum finnur þú sultuna, jarðarberjasultuna eða krækiberjasultuna frekar, og það er oft með svona þroskuð tunnulegin vín, þá kemur svona meiri sultutónar. Ef þau eru ræktuð á heitum staði, þess að þau ekki spritt í þeim, meiri, það eru meiri sultur. Þarna segi ég er það sem er svona fín blanda af rauðum og... Sjá hvað ég er mikill almenningur, ég næf alltaf... Prófa að gera svona. Já, þarna kom það. Er það ekki? Hallaði aðeins frá þér, þá skvettur þú bara á sessunautin en ekki sjálf þig. Já, alveg gísin upp. Gísi upp, svolítið svona, þú veist, þetta er blanda af kirsuberjum, hindberjum og síðan koma svona krækiber og bláber. Og það sem er ofan á þessu öllu, og það er einkenni spænsku vínin, það er eikin. Það er þessi eik sem þeir þroska mikið í eik. Ég finn hann alveg. Og ef þú hefur einhvern tíma fundið lykt að verið að saga parkett eða einhvers staðar, þá finnur þú þessa lykt. Hún er svolítið svona eins og vanilla. Því að það eru bragðtónar í víninu sem eru alveg þeir sömu og vanilla í vanilu, bara í vanilunni. Þetta er bara meðalopið. Meðalopið. Ekkert sérstaklega svona hægt að segja þetta annað. Mjög aðlaðandi, þetta er ungt vín líka, maður finnur það. Það er ekki komin inn í þroskaði tónarnir, þetta er fyrst og fremst berin. Skulum smaka. Nú kemur eitt til sögunar sem þú fannst ekki í hvítvíninu. Það er svokölluð tannín. Já. Tannín eru efni sem eru í steinum og hýði og greinum og öllu þessu. Og að því að rauðvín eru gerð allt öðruvísi heldur en hvítvín. Hvítvín eru gerð þannig að þrúðurnar eru tíndar, pressaðar og safinn er hreinn gerjaður síðan. Rauðvín, þá verður að fá litin úr hýðinu því það er engin litur inn í berinu sjálfu. Þannig að til þess að fá rauða litin í rauðvínið, þá læturðu hýðið og steinan og allt liggja með og þetta getur tekið langan tíma. Allt hálfur mánuður, 3 vikur, þar sem að menn eru að dæla alltaf á botninum og yfir til að fá hringrásina. Þá kemur meiri litur úr, en það kemur líka tannín. Og tannín er að mörguleyti mjög gott því það er náttúrulegt rótvarnarefni. Sem þýðir það að það er hægt að geyma rauðvín lengur. Þau eru bara frá náttúrunnar hendi. Já, þú stýrir því ekkert. Nei, þetta er bara efni sem er þarna til staðar og ef þú hefur meira af því þá endast vínin lengur. En á móti þá verður meiri svona, þú þornar meiri í munninum og sumum finnst það óþægilegt. Þannig að það sem skiptir máli það er að reyna að finna þennan balans. Það sem er nógu mikið af tannínum en nógu ljúfeng. Og það er alveg víngerðarmenn kunna réttu aðferðirnar við það, við skulum segja það. Kemur alveg svona eftir bara líka. Já. Ég þori ekki að segja hvað maður finnur en svona. Þú finnur fyrst og næst rauð og dökku berin, en finnur hvernig það endar bara eins og þau verið að borða falleg og góð krækiber. Þetta er svona, þú ert búin að kyngja krækiberinn og þú ert út í móðangstar og þetta endar þannig. Og það sem þú gerir þetta þegar þú ert með krækiber er það er mikið að hýði og mikið að steinum í því með hvað er lítið af safa. Þannig það situr eftir svolítið svona þetta hýðis og steinabragð. Eitt sem er líka athyglisvert við þetta sem við erum búin að bera saman er það að við vorum að drekka hvítvínin kaldari heldur en rauðvínin. Geturðu ímyndaðir af hverju það er? Af hverju þessi tíska innan gæsalappa, eða af hverju erum við að drekka hvítvín kaldari heldur en rauðvín? Geturðu ímyndaðir af hverju? Ég veit ekki, vegna þess að þegar ég var á Spáni síðast eða mátti, þá fekk ég kalt hvítvín, kalt rauðvín sko. Já, það má alveg líka. Já, en segðu mér, hvað? Það stafar, og margir gera sér ekki grein fyrir því að það er minni sýra í hvítvíni heldur en í rauðvíni. Já. Og til þess að ná fram meiri frískleika þá þarf að kæla niður. Þetta er svolítið eins og með gosdrykk. Af hverju erum við að drekka gosdrykki við 0 gráðu hita? Það er vegna þess að það er sko í raun og veru, það er mikill sykur í þeim og það þarf að kæla þau niður til þess að sýran verði meira áberandi. Prófaðu bara að næst að hrista
gosflöskuna, hellinni síðan í glas og láta hana standa á borðið í heila nótt og drekka hana síðan á volga. Það er ekki kolsýri í henni og það er mikill sykur og lítil sýra og það er ódrekkandi. Ódrekkandi, já. Það er bara svona sykurleðja. Já. Þess vegna er alltaf að reyna að kæla það niður til þess að fá fram meiri friskleika og það er sama með hvítvínin. Það er minni sýra. Fólk heldur að það sé meiri sýra í rauðvíni en finnst það að vera súrara en það er ekki rétt. Hreinlega er minni sýra í hvítvíni. Þess vegna þarf að kæla það örlítið niður. Ekki á mikið samt. Ekki á mikið, nei. Nei. Og það, þú veist, og í raun og veru, það má líka alveg kæla niður aðeins rauðvín til þess að vera í friskleði. Það er ekkert verra heldur en, þú veist, 15% hnausþykkt vín sem er við svona 26 gráðu hita. Það er bara eins og að drekka jólalögg. Já, það er bara svona, það er ómikið. Það er ómikið. Já. Þannig að við kælum oft rauðvín örlítið niður í svona, þú veist, 16 til 18 gráður er mjög fínt. Það er rétt aðeins, inn í ískáp, 15 mínútur. Enda allir góðir svona vín, hvað ég segja, áhugamenn eiga vínkæli. Já, þau eiga vínkæli til þess að halda rétt að hitastiginu. Þannig að þeir eru komið hlaupið heim á vinninni. Það er ekki bara, ekkert vesen, þá er bara vínið við rétt hitastig. Akkúrat. Tilbúið. Alveg tilbúið. Já, þetta er helvíti gott rauðvín. Það er mjög aðgengilegt og þetta er það sem Íslendingar elska. Það er svona kremuð vanilla, góður ávöxtur. Þetta er ekki flókið vín, en það er svo gott. Og það er svo auðvelt að hafa það með öllu. Þetta er svona, þetta er svona... Það bara virkar. Virkar með flestu. Það þarf ekkert einhvern veginn að vera, þú veist ekki að hafa alveg sérstaklega, þú veist, eitthvað þetta kjöt sérstaklega með þessu eða þetta bara virkar. Og það er það sem er frábært við spænsku vínin. Það er svo auðvelt að njóta þeirra. Spánverjar eru náttúrulega bara yndislegt fólk. Og við þurfum í viðbót eitt við erum ekki alveg hættir. Þá ætlum við að fara hvert? Við ætlum að fara að halda okkur á Spáni en drekka allt annað vín. Og við sjáum bara strax, ég veit ekki hvernig við áttar á því, bara flöskulagið, sérðu? Já. Þessar 2 flöskur eru ekki eins í laginu. Þetta á að segja mér eitthvað. Þetta á að segja þér. Ef þú þekktir söguna þess, þá heitir þessi flaska Bordeaux flaska. Já. Þessi heitir Burgundar flaska. Og þess vegna er þessi Burgundar hérna í Burgundar flösku. Það væri mjög skrítið að sjá Burgundar vín í Bordeaux flösku. Það væri sérstætt. Ég hef ekki séð það þá. Og það sem ég gerir mér alveg grein fyrir þeir eru að leggja áherslu á ákveðin stíl. Já. Flestir í Rioja eru með Bordeaux gler, bara Bordeaux lag. Flest vín frá Rioja eru eins og þetta. Já. En eitt og eitt, svona, sérstaklega svona af gömlu víngerðunum sem er búin að vera þarna síðan á 19. öldinni, eru með þetta flöskulag. Og sum vín og alls ekki öll. Og þetta Vinja Ardanza er eitt af þeim. Þetta er frá fyrirtæki sem heitir Rioja Alta. Það heit Háa Rioja. Og þú sér það bara þegar vínið er komið í glasið að það er pínulítið öðruvísi heldur en þessi. Þetta er svona... Sérðu muninn núna? Er það ekki meira glært? Jú, það er minna af litarefni og horfum núna á það bæði í einu. Sérðu hvað hitt er miklu fjólublára? Já. Nú sérðu muninn fjólublátt. Já. Svo sérðu þetta, þá er þetta komið svona múrsteinsrauðu tónarnir í þetta. Það þýðir það að vínið er líklega eldra og við skulum bara tekka á því. Þetta er 2015. Þetta er 2010, þetta er 5 árum eldra vín sem þýðir það að það sem gerist með aldrinum það verður brúnna. Já. Liturinn minnkar að verður brúnni. Svo er ég að horfa á kantinn. Horfa á kantinn. Kenna mér þetta. Hann er sæmilega þettur, hann er ekki þéttar heldur en þessi. Nei, ég er sammála því. Hann er bara svona í meðallagi. Já. En finnum nú muninn, berum saman. Vaniluna, finnum nú muninn. Hvað er miklu meiri svona rauð, svona sultaður ávöxtur í þessu yngra víni frá Ribera. Það er minni ilmur af Ardanza. Það er ekki eins mikill, háaðin er minni. Það er lægra í græjunum hérna. En það er komin svona kryddaðri tónar í þetta eldra vín. Það má alveg gera þetta svona líka. Já, ég treysti mig betur þetta. Já. Eitthvað eykst svakalega þegar þú ilmar. Það kemur þá. Þarna er rauðu svona fersku ávöxtirnir farnir að minnka. Í staðinn eru komin svona það sem eru kallaðir svona secondary aromas á ensku. Ég veit ekki hvað, annastiks sem myndast þegar að alkóhólið og öll þessi efni breytast í flöskunni. Þarna er tunnan ennþá áberandi en hún er miklu svona eldri. Þetta sé ekki, sko, þetta er ný tunna, þetta er gömul tunna. Og það er svona stílmunur víngerðamanna. Verð ekki nota ekki nýja eik, þetta er gamla eik. Miklu fínlegra og finnurðu eitt sem að, ég veit ekki, þú kannski finnur ekki,
en það er svona, Ég held ég finna það ekki. nei, finnur þú lykt af svona hráu nautakjöti? Þegar þú ert búin að fara inn í kjötkompani og benda á flottustu ribbasteikina og hún kemur til þín Reyndar, og þú finnur svona áður og setur það á grillið, nú komstu með eitthvað sem ég tengi við. er það ekki? Já, já. Svona finnur Já, þú já. nautakjötið. Já. Þess er ekki skrítið að þetta virki vel með nautakjöti þegar þú ert búin að grilla það. Já. Það er, ég hef enga hugmynd nákvæmlega hvað þetta er, en þetta eru svona, þetta er meira krydd líka. Þú finnur þessi jólakökukrydd sem er að koma í þetta, þú veist, það er svona brúnkökukryddin pluss hráa nautakjöti. Og þetta er það sem er svona gaman þegar þú ert komið með svona eldri vín, en það þess er að menna að geyma þetta. Þá fá þér þetta. Já. Ef þú ert að leita ungu, kaupið þér bara ungt sko. Ef þú vilt fá eitthvað svona, þá verður aðeins að hafa fyrir því. Það er okkur að þekki einhvern sem á gamalt vín og fá það að drekka það hjá honum eða kaupa það sjálfur og geyma það. Dásamlegt. Miklu meira svona þroskaðri tónum í þessu. Frábært jafnvægi, en svo fínlegur. Finnur þú hvernig miklu minni eikin í honum. Það er ekki eins mikil, tannininn er honum miklu meira mjúk. Já. Lengdin er meiri í þessu. Við erum að tala um sko svona hljóðlátara en lengra vín. Hitt er svona strax komið upp. Þetta er svolítið meira disco, aðeins meira svona klassík. Já, þetta segir ég sé meira þarna. Ég veit ekki hvað þú Nei, veist. nei. Ég er bara að reyna að lýsa þeim, þannig að svo bara, þú veist, hvað viltu? Það er bara, þessi er lengri, þessi fíngerðari, sýra meiri, mýkri tannin, þannig að það lifir vel, gefur manni heilmikið. Ekta, og líka eins og segja, jólakökukrydd, hugsaðu þér að hafa þetta á jólaborðinu. Já, já, þetta er á jólaborðinu, sko. Og ég segi með villibráðinni þetta. Er það? Já. Þegar þú ert komið með villibráð sem er fínleg, Já. hreindýr eða gæs eða eitthvað, sko. Þetta, ekki spurning. Þetta er gott. Ég er ekki að spýtis út eins og Nei, þú. nei, vertu ekkert að Ég því. tími því ekki. Nei, nei, sjálfsagt. Ég hreinlega tími því ekki. Hörru, bara gleðilega jól. Glæsilegt, gleðileg jól, gaman að vera. Svísel. Svísel. Gleðilega hátíð.